smá hérna smá upprifin í Hornafjöllum. Áður en byrjum á hliðtengingunum. Þrýtningur sem með þessar hliðar. Þetta verið 3 metrar, 4 metrar og 5 metrar. Þetta kallað trésmíðaþrýtningurinn. Það eru eitt horni 90 gráður, eða hornrétt. Ef þið vitið sem dæmi, ykkur vantar hliðina hérna 5, vitið svo 2 hér, þá þetta hér aðferðin. 5 jafnt á rótin af þessi hlið í öðru vendi, pluss þessi hlið í öðru vendi, tekið svo rótin af þeirri tölu og fáið 5. Og ykkur vantar þessa hlið hér 4, það gerir þetta svona og svona. Í sumum vélarmálum hjá okkur þá þurfum við að setja rótarmerki inn fyrst og síðan sviga, eins og hérna til að finna 3. Og svo 5 í öðru, mínus 4 í öðru og loka svega og jafnt ok. 4 í öðru, það þýðir bara 4 × 4, þetta er 16. Að taka rót, það þýðir, eða það spurningin, hvaða tala margföldum í sjálfri sér er 16. Þá er það rótin af 16 og það jafnt á 4, af því að 4 sinnum 4 er 16. Rótin, hvaða tala margföldum í sjálfri sér er þessi tala. Og Hornafjöllin, þá sem sagt, við erum stödd hér, við erum vanalega að finna þetta horn hérna. Þetta horn hér. Og þetta er skrifað einhvern veginn svona, fí, þetta er jafnt á fí. Og þá sem sagt eru til 3 hlutföll. Cosinus og sinus og svo tangens. Tangensin er sem sagt, ef við erum hér, þá er það mótlæg skamhlið deilt með alari til að fá það út, en við erum bara að skoða cosinusinn og sinusinn. Það heitir aðlæg skamhlið af því að þessi hlið liggur hérna að horninu deilt með langhliðinni. Lengsta hliðin hérna, ein er löng og hérna eru stuttri þetta skamhliðar og ef við erum hér í horninu þá er þessi hér aðlæg, ef við erum hér í horninu þá er þessi hér aðlæg, en við erum alltaf hér og þá er þessi hér aðlæg og þessi hér mótlæg. Og þetta hlutfall að deila þessara hlið upp í þessa hér, það heitir cosinus af horni. Og það heitir líka cosinus fí, það heitir afstöðull og ég nota oft orðið bara cosinus hlutfallið og það er þá bara 5/4, 0,8. Til að breyta þessu hlutfalli í gráður, þá ítið þið hérna á arc-kóstakkan, þess að það gefið shift af vélinni ykkar, ítið á kóstakkan og fá cos mínus fyrsta upp, sláð þetta í 0,8, jafnt og 36,8 gráður. Ef þið fáið gráðurnar og ykkur vantar hlutfallið, en í þessum dæmum, þá er ykkur oft gefið bara ein hlið og hlutfallið eða hornið og til að breyta gráðum í hlutfall, þá gerir þið bara cosinus, ítið á kóstakkan, sláið inn 36,8 gráður og ítið á enter og fáið 0,8. Þess að þessi býr til hlutfallið og þessi breytir hlutfallið í gráður. Sinusinn er alveg eins, nema þá erum við að nota mótlægu skamhliðina. Sinus er sem mótlæg skamhlið, deilt með langhlið og það er það 0,6 hér og því bara breytir gráður alveg eins og gráðin í hlutfall alveg eins. Og dæmin hér á eftir þau byggja á því að þau fá að gefið upp eitthvað tvennt þrýtingin. Eina hlið og eitt horn eða 2 hliðar og kollakolli. Við kíkja á það. Hliðtengt dæmi. Hérna verður það viðnám og önnur spóla og kollakolli hérna í þessar hliðtengt við. Nú ætlum við bara að fókusa á eina spólu og leysum hana upp. Hver spóla er alltaf riðströmshlutinn og jafnströmshlutinn, þannig að viðnámshlutinn og riðströmshlutinn. Og við erum bara fyrir ströyminn inn í rásina, hér 5 amperinn sem kemur hérna inn í þetta. Við tekjum því alltaf svona, þessu lagi, það er að segja niður. Langhliðin hér er alltaf ströymurinn inn í spóluna, hérna. Og svo vantar okkur hornið hér, það er gefið upp í dæminu að cosinus fí, það er að segja fasvikið í þessari spólu hér, er 0,8. Og það byrjar á því að breyta þessu hlutfalli, eða þessu, já, það er að cosinus fí er bara aðlæg skamhlið, deilt með langhlið og þetta er jafnt 0,8. Og við getum breytt þessu strax bara í gráðum með því að gera arc-cos 0,8 er 36,8 gráður. Þannig að hornið hér er 36,8 gráður. Og þetta tvennt vitum við bara. Hornið hér og eina hlið. Við erum að finna strauminn í hliðinni hérna og finna strauminn hér, sem er hér niður og hér niður.
Og þá notfærum við okkur bara kósinus og sínus. Til að finna hliðina hérna, þá gerum við kósinus að þessu horni, finnum hlutfallið, það hlutfall sinnum 5 ampere, þá fáum við strauminn hér. Og til að finna hliðina hérna, tökum við sínus á þessu horni hérna, finnum það, breytum þessu í hlutfall og það sinnum 5 ampere og fáum þá strauminn hér. Ok? Byrjum bara á þessu hérna, það er það bara kósinus 36,8 gráður er jafnt 0,8, það er bara ekki upp hérna, þetta er bara endurtekning, sinnum 5 ampere er jafnt og 4 ampere og hér er það 4 ampere. Og til að finna hliðina hér, það er það bara sínus af sama horni, 36,8 gráður og það er 0,6 sinnum 5 ampere og þetta er jafnt og 3 ampere. Þannig að hér eru 3 ampere. Straumurinn hér niður er 3 ampere, straumurinn hér niður er 4 ampere. Og þeir eru ekki á sama tíma, munurinn á milli þeirra er 36,8 gráður, sem er fasvikið. Þannig að þið þurfum að ykkur í þessari aðferð hér að finna hlutfallið, kósinus hlutfallið á horninu hér og nota það hlutfallið til að margfalda langhliðina, til að fá hliðina hér og síðan taka sínus hlutfallið á horninu hér og nota það hlutfall til að margfalda langhliðina hér til að finna lengdina á þessari hlið hér. Og síðan sem hér sé önnur spóla. Þá teiknið bara aðra þrýtninga, svona þrýtning, hann getur verið með öðru horni hérna svona og annar kannski einhvern veginn svona og allavega. Og svo leggið þið, þetta er kallað R hérna, þetta er R-hliðin, þetta er L-lið og L-lið, þetta hér er ER hérna, ER og þetta hér er EL hérna og þá leggið þið R-hliðarnar saman, þá koma það bara hérna þessi bútur sem er hér og búturinn hér og búturinn hér, leggið alla þessa ásar saman, svo leggið þið ásarnar spólhluturna saman hérna, þetta kemur þá hér og hér og hér og þá loka straumurinn inn í rásina þessi hlið hér. Þetta er heildarstraumur spennugjafans, hérna. Þetta R-ið hérna, straumurinn sem býr til vinnu, sem er nothæfur, L-straumurinn, hann er fasvik, það er að segja, launstraumurinn, sem er búinn til að, sem fer ég búinn til sögursviða og svoleiðis. Þannig að þessi dæmi öll byggja á þessu. Að búa til nokkuð svona þrýtinga, leggja X-ásinn hérna saman, Y-ásinn hérna saman og finna lokastrauminn hér í. Til að finna heildarviðnámið, þá deilið þið bara heildarstrauminn sem var í það hér, sem 5 ampere sem dæmi, og hér er ykkur spenna sem er 30 volt, deilið þessu bara upp í og þá myndu þið fá út 6 ohm sem dæmi. Heildarstraumur deilt upp í heildarspennu gefur heildarviðnámið inn í rásina. Við byrjum að finna það. Herriði, skulum bara taka dæmi. Takk.